talaðum að við lærum ekki af sögunni. Við þurfum ekki að fara lengur aftur heldur þetta 2020 til 2023 til þess að vita hvað svona mikið sog inn á eftirspurnarhliðina hefur á húsnæðismarkaðinn. Og hvað gerist svo? Jú, heyrðu, við erum farin í næsta kjarasamninga út af því að við þurfum að takast á við þetta hækkandi húsnæðisverð. Hækkandi leigu, hækkandi fleira, það allt orðið dýrara, matarverð hækkar og hvað segir við? Jú, heyrðu, við þurfum að hækka krónutölur. Og ef þið haldið að Sólveig Anna sé ekki að fara að gera það, þá hafið þið ekkert verið að fylgjast með. Ef þið haldið að BSRB sé ekki að fara að gera það, þá hafið þið ekki verið að fylgjast með. Ef þið haldið að BHM kom ekki strax í kjölfarið og segi, heyrðu, við þurfum að meta menntundi launa og við þurfum að fá hærri laun, við þurfum að vera 33% yfir þeim sem eru ómenntaðir, þá hafið þið ekki verið að fylgjast með. Þetta alltaf að fara að gerast. Þannig að við erum að mála upp með þessum húsnæðispakka einhvern fáránlegan veruleika. Og ég reyndar pínu vona að ríkisstjórnin hætti við þetta, en ég hef aftur á móti enga trú á því út af því að þeir sem hafa verið að skipta sér af þessum málum kalla þetta bara lítinn húsnæðispakka og kalla þetta bara eitthvað svona lítið inngrip til þess að takast á við miklu stærri stöðu. Það er, og ég veit að það er ekki pólitískt fýsilegt, en í flestum tilfellum þegar það kemur upp eitthvað krítískt ástand að þá er það fyrsta sem þú þarft að gera er að anda hún í kviðin. Og það er nákvæmlega það sem hefði þurft að gera þegar að þessi ákvörðun Hæstaréttar verðtryggð lán kom upp úr hérna hattinum. Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/1pæling.